Já, tap í dag, þú veist, hvernig líður eftir leikinn? Ég bara hrikalega svekktur, bara mikið vonbrigði. Áttu þið skilið meira úr honum? Kannski ekki hvernig leikurinn þróast, nei. Við lendum mann undir nokkuð snemma í leiknum og verður erfitt fyrir okkur. En bara hrikalega stoltur af liðinu, menn börðust og fórnuðu sér og köstuðu sér fyrir allt og fáum svo sem í lokin séns þess að jafna, en gerum það ekki og töpum. Þrátt verið að vera með þess að einu manni færri, finnst þér frammistaðan var hann góð miðað við? Já, frammistaðan að því leyti að við vorum tilbúin að hlaupa og berjast var mjög góð, en áttum með erfiðleikum með að halda í boltann einu fari og það tók mikla orku frá okkur. Samanskapið meðan það alltaf bara 1-0 að þá er alltaf séns, en náum ekki að nýta það sem við fáum. En fyrir rauða spjaldi, var frammistaðan betri? Já, mér fannst við bara að vera fínir fram að því og þannig að það hefur þróast í aftan að leik, en svona er þetta. Egill Valur, 17 ára, byrjar fyrir ykkur. Hvernig fannst hann standa sig í dag? Bara mjög vel, bara frábær leikur í honum. Gaman að sjá hann. Baxter meiðist í uppbytun, hvað gerist? Já, hann var eitthvað að ströggla eftir síðasta leik og búinn að æfa lítið og var með eitthvað í kálfanum og fann það í uppbytun að þetta myndi ekki ganga. Svo, kemur þessi 3 gul spjöld á 7. mínútu, hvernig blast þetta við þér? Mér finnst það bara, ekki að þurfa að vera, en ég bara, nenni ekki að koma til að dóma. Nei, en finnst þér þá rauða spjaldi vera unfair? Mér finnst það, klárlega. Hvernig lítur þetta út svona fyrir næstu leiki, fyrir Keflavík? Hvað er eitthvað sem þetta taka úr þessu leik? Já, það er alltaf hægt að taka eitthvað út úr leikjum, hver leikur lifir sínu lífi og það sem kom inn á áðan, það var hjarta í þessu og ég er bara hrikalega stoltur af því, hvernig við vorum tilbúinir að hlaupa og berjast, en svo er bara, endurheimt og jafna sig og svo förum við í norður næstu helgi og það verður bara annað verkefni. Eiður og Bryggis ekki að spila í dag, hafði þetta áhrif á þeir svo ekki spila? Já, klárlega, þeir báðir í banni og það er náttúrulega veikir hópinn okkar, klárlega, en það fengur bara aðrir menn tækifæri og þeir stóðu sig vel. Basic og Khalid Al-Ghul fara frá okkur í vikunni, af hverju er það? Já, markmaðurinn er bara búinn að vera lengi frá, handabrotnaði og getur ekkert leikið meira með og samanskapi er Al-Ghul meiddur og getur ekki tekið þátt. Á að styrkja ykkur meira í glugganum, áralokar? Já, ég vona því, við möttum að sjá styrkingar. Einhverja sérstakar stöður? Nei, kannski vil ég ekki gefa það upp núna.